og áfram höldum við með föstudagsþátt N4. Við ætlum þessu næst að ræða svolítið rafræna stjórnsýslu. Hvað það fyrir nokkuð? Jú, það tæki til þess að háttvirtir borgarar til dæmis geti fylgst með rekstri sveitarfélagsins síns rafrænt og svo framvegis. Akureyrarbær var einmitt núna í vikunni að opna bókhaldið sitt. Guðmundur Baldvin, fyrst, hvað opið bókhald fyrir nokkuð? Já, opið bókhaldið svona aðgangur bæjarbúa og þeim sem hafa áhuga á rekstri bæjarins að geta séð það svolítið myndrænt og þá reynt að átta sig á því í hvað skattpeningarnir okkar að fara og svona sjá myndin á rekstri bæjarins okkar. Þetta svona fyrsta skref okkar í að koma upplýsingum bókhaldsupplýsingum til almennings. Við erum jafnframt með samhliða þessu sem við erum að setja núna á vefinn, þá höfum við líka sett sundurliðna bók fyrir árið 2016 inn á vefinn hjá okkur, þannig að fólk svona geti, þeir sem hafa áhuga að hafa á rekstri bæjarins, geti betur átt að sjá því hvernig reksturinn okkar Sóley Björk Stefánsdóttir, hefur almenningur eitthvað með þetta að gera, að geta flett upp reikningum og svo framvegis? Já, algjörlega. Það bara ákveðin hluti fólki sem hefur mjög mikinn áhuga á til dæmis rekstri bæjarins. Það bara mjög gott og það fólk bara á að fá betra aðgang að upplýsingum. En auðvitað þetta líka fyrir fjölmiðla. Þó að fjölmiðla getur auðvitað kalla eftir ýmsum gögnum, þá mjög þægilegt fyrir fjölmiðla fólk að hafa bara aðgengið og það svona þau sem eru fjölmiðlamenn og þau sem eru svona sérstakt áhuga fólk rekstur bæjarins, þau munu svona læra að nýta sér þetta. Þetta auðvitað svona pínu flókið, þetta samt myndræn framsetning og ágætt held ég. En já, þau sem vilja kynna sér málin, þau eiga að geta fengið að gera það. Guðmundur, ég svona opið bókhaldi, þetta var væntanlega ekki bara ákveðið í gær að skella þessu öllu saman inn á netið, þetta hlýtur að vera töluverður undirbúningur. Já, þetta náttúrulega töluverður undirbúningur. Við ákváðum strax í upphafi kjörtímabilis að auka rafræna stjórnsýslu og þetta einn liður í því. Þetta búið að taka dálítinn tíma hjá okkur en við þurfum náttúrulega að vanda okkur. Þetta náttúrulega verið að gera þetta, setja þetta fram með þannig hætti að fólk geti notað þetta og eins og Sóley var að benda á þá þarf náttúrulega aðeins að læra inn á þetta. En ég vil ekki síður benda á að þetta líka gott fyrir okkur bæjarfulltrúa vegna þess að það oft sem að umræðan á sér stað einstaka mál og þá hægt að benda fólki á þennan vef okkar og auk líka þess fyrir þá fólk sem hefur áhuga á bæjarpólitík og hugsanlega ætlar að koma inn í bæjarstjórn. Þá hefur þarna aðgang að fjármálaupplýsingum sem auðlesanlegt, þannig að þetta gefur fólki betri svona innsýn í okkar mál. En hversu langt gangið þið í að opna bókhaldið? Já, við erum að taka fyrsta skref núna, þannig að þetta þannig að við erum ekki, þú skoðar ekki einstaka reikninga með þessum hætti. Það var að við komum að vísu upp smá tæknilegur örðugleikar varðandi byrgjagreiningu, við erum að setja inn líka byrgjagreiningu, þannig að það sagt sé að skoða svona við hvað helstu viðskiptavinir okkar eru, en það komst ekki inn í vikunni en má búast við því innan skamms. Get ég til dæmis þá bara, ég sest niður núna og svona bara séð nokkuð nákvæmlega hvað til dæmis rennibrautin við sundlaugina kostaði eða eitthvað þvíumlíkt? Nei, ég held að, það ekki rétt hjá mér, þú getur ekki farið niður á einstaka framkvæmdir. Og eins Guðmundur segir, þá þetta náttúrulega svona verkefni sem bara í þróun og það auðvitað ágætis byrjun að fá þarna yfirlit yfir bara málaflokkana og kostnað sem við getum brotið niður í eins og segjum til dæmis í skólamálum, þá niður á hvern skóla eða leikskóla og brotið það niður í launakostnað og annan kostnað. Og það ágætt til þess að glöggva sig á rekstrinum, en auðvitað þurfum við að fara lengra á. Ég held að væri mjög gott en ekki það að fólk hefur fylgst ágætlega með oft held ég framkvæmdum og það bara mjög gott og mjög gott að og ég vil að fólk hafi sem bestan aðgang að sem flestu af því að það er mjög gott fyrir okkur sem erum að starfa inn í þessu að hafa aðhald. Og það alltaf aðhald þegar hlutirnir eru svona upp á borðinu, þá það bara ákveðið aðhald. Kannski almenningur svona að læra á þetta svona með árunum en maður getur líka spurt sig varðar almenning það hvort það voru keyptir 2 kassar á rauðvíni fyrir litlu jólin eða hversu langt á að ganga? Já, við náttúrulega ekki að ganga svona langt til að byrja með en það getur verið skref sem að menn verða að taka í framtíð og við erum svona feta okkur áfram í þessu. Mér finnst í sjálfu sér ekkert að því að fólk viti í hvað peningarnir okkar að fara.
og þetta við þurfum náttúrulega líka að læra að umgangast þetta. Auðvitað náttúrulega ýmislegt sem að fellur undir rekstur sveitarfélagsins eins og Akureyri og menn getur náttúrulega kannski fundið einstaka atriði sem að þarf þá að ræða og hvort það sé eðlilegur ekstra kostnaður en ég held að þetta sé nú bara svona skref sem við erum að taka núna og við þurfum að þróa þessa umræðu. Fólk þarf að læra að umgangast þetta og vinna með. Þannig að ég held að svona við erum búin að taka eitt skref en við erum að taka fleiri. En það er svo hægt að fara þá núna inn á vefinn akureyri.is og sem sagt bara þar einhvers staðar leynist opið bókhald og maður getur svona farið að spá og spekulera og skoða. Já, maður fer bara inn á síðuna og undir stjórnkerfið og þar hlekkur sem heitir opið bókhald og þá fer maður beint inn í þetta. Og svo bara þá hvet ég fólk til þess að fara bara að kíkja á þetta og skoða þetta og að þetta svona, ef maður vanur að vinna á tölvur þá þetta svona tiltölulega auðvelt en eins og með allt svona nýtt þá þarf bara að skoða og prófa. En mér langar að fara aðeins í spurningunum sem við talum á þann, hefur fólk eitthvað að gera með þessu upplýsingar? Þetta sko, við erum með peninga fólks, þetta eru peningar okkar allra og það kemur öllum það við. Það allt öðruvísi í svona opinberu rekstri heldur en öðru rekstri. Hvað með svona næstu skref, Guðmundur, hvernig sérðu þau fyrir þér svona bara í almennt þá bara í rafrænni stjórnsýslu, verður farið að streyma fundum og svo framvegis í framtíðinni? Já sko, við erum náttúrulega að streyma bæjarstjórnarfundum í dag. Þetta alltaf spurning aðra fundi, jú, ég held að þetta sé skref sem við tökum í framtíðinni. Ég held að við sjáum fram á það að það eru sum sveitarfélög sem eru að opna svona nefndarfundi meira og við höfum tekið eftir til að Alþingi að gera það, þannig ég held að það sé líka skref sem við sjáum í framtíðinni. En ég ætla kannski aðeins að fá að benda á það að því að við höfum sett inn sundurliðunarbókina líka og þar getur fólk svona grafið sig aðeins meira ofan í reksturinn og ef fyrir áhugasama þá sú bók ekki síður áhugaverð. Bara svona rétt áður en ég sleppi ykkur út, við vorum hérna áðan með umræður heilsugæslustöðina á Akureyri, núna svona uppi hugmyndur að byggja 2 heilsugæslustöðvar. Hvað segja bæjarfulltrúar við þessu? Þetta kemur væntanlega inn á ykkar borð mjög fljótlega svoleið. Já, ég held að það sé bara mjög gott mál. Það mjög mikilvægt að mínu mati að heilsugæslan sko, virki betur sem fyrsta stopp inn í heilbrigðiskerfið og þá ótrúlega mikilvægt að móttakan sé góð og núverandi húsnæði ekki gott og það einhvern veginn ekki svona móttækilegt. Það hægt að gera miklu betur við því og ég held að sé allt í lagi að hafa 2, ég menn það bara gott að fólk hafi sem best aðgengi að sinni heilsugæslu. Guðmundur, bæjarinn kemur væntanlega á einn eða annan hátt að þessu máli þegar þar kemur. Já, það þarf klárlega að úthluta lóðum fyrir þessa starfsemi og ég fagna því að menn skuli vera að bæta aðgengi. Hins vegar kannski áhyggjur af innviðum þar að segja sko, það allt of löng bið eftir þjónustu heilsugæslunnar í dag þannig að það mun kannski ekki breytast við þegar að byggja húsnæði. Þannig að menn þurfa kannski líka að huga innviðunum og hvernig við ætlum að þjónusta fólki sem að sækja þessi nýju fallegu hús sem að væntanlega vera byggð. Sjáum til, fáum að fylgjast með því öllu saman. Sóley Björk og Guðmundur Baldvin þakka ykkur fyrir komuna og hérna rétt á eftir ætlum við að tala símenntun og endurmenntun.